Brynjar, 101-85 tap í Þorlákshöfn. Þið byrjuðu mjög sterkt. Já, eins og oft áður. Já, en svo fór annar leikluti 30-13. Þið er náttúrulega búin að missa sterkan leikmann. Atvinnumennsku. Já. Það er svona... Það er svolítið ekki afsökun. Þetta er búið að gerast líka með Þóri. Í öðrum leikluta erum við erum í jöfnum leik með forystu, við erum til Keflavík í síðustu umferð. Svo töpum við boltanum kannski 3-4 sinni í röð, gefum auðvelt 10 stig og lendum kannski 6-7 stigum undir. Þá bara kóðnum við niður og það gerist alltaf með kannski ungli þegar komið þessi mistök að sjálfstöðu ekki í botni og þá förum við, setjum við hökuna ofan í bringu og við bara gefum eftir. Já, það er alltaf jákvæmt að taka út úr þessu það. Þið erum með ungt lið, með marga, maður sá margt jákvæmt út úr þessu, maður setur svona horfir á þetta að nú ert þú í því hlutverki að leiða þennan unga hóp. Hvernig er það? Það er alveg krefjandi, þetta er alveg erfitt að vera svona vanur ákveðnum standard og svo svona kannski dettur þessi standard niður og þeir þurfa bara að steikja þetta upp. Þeir eru náttúrulega að njóta þess að fá þetta tækifæri. Þetta er risast tækifæri fyrir þessu ungu strákarnir sem stígur upp og sína að þeir séu klárir í úrvalsdeildarleik og ungir strákar gera mistök og maður þarf náttúrulega að vera þolinmóður en maður má líka aðeins skellt á það og vera pirraður en ég var nú ekki fullkominn í kvöld en við þurfum allir að stíga upp bara sem heilt. Já, maður sá það alveg að það voru þarna strákar, þeir voru að koma með flotta hreyfingu. Þorvaldur Orri heillaði mig. Já, hann er alltaf bara gríðarlegt efni, gríðarlegur íþróttamaður og hann verður kannski svolítið svona eins og Styrmir í fyrra. Liðið vita að ég get ekki stoppað hann einn á einn og þá fara að gefa hann skotið og þá þarf hann bara að vera stór og refsa fyrir það. Já, það var hálf hissa, það var ekki hann sem fór á Mikka í síðasta leik. Já, það var Almar, fór á hann þarna og það er annar ungur leikmaður þannig að við erum með svaka efni við en það er erfitt að vinna titla með mjög ungu liði og þú þarft að hafa reynslu mikla menn og Póstliðið er náttúrulega bara með mikla reynslu í Dabba og Emil og Ragga. Þetta eru gaurar sem hafa farið í bikarúrslitaleiki, farið í úrslit Íslandsmótsins, eru vel rútínerar og með bara útlendingar sem eru búin að vera síðan fyrsta set. Það verður líka að segja það, okkar leiknum kom seint og við fengum lítinn tíma til þess að koma okkur saman þannig að við erum bara á hundavæði að reyna að redda okkur. Hvaða stöðu myndur helst vilja fylla? Það er svo margar maður. Er það fristur? Nei, okkur vantar alltaf kjötinn í teginn. Það er bara, okkur vantar til þess að verða samkeppnishæfur, þá vantar okkur fjarka fimmu svona sem getur tekið frákvöst. Ég get ekki leyst þetta hlutverk. Í heilu leikina þá bara lendum við í vandræðum. Sá hann var í vandræðum með að Slóver í öðrum leikluta þegar Ronaldo fór að taka svolítið á honum. Já. Það vantar bara einhvern annan, það vantar meira kjöt í liðið, það er bara þannig. Herru, gangi þú bara vel í næsta leik og gleðilegur. Næsta leik, takk.